Já, komið sæl og velkomin í hádegisviðtal markaðarins. Hann sestur hérna hjá mér, hann Hafliði Helgason sem fyrirverandi ritstjóri markaðarins. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Hafliði, markaðurinn búinn að falla hressilega síðustu vikur. Hann reyndar upp núna síðustu 2 daga. Er þessi krísa bara búin? Nei, hún nú ekki búin. En hins vegar hef ég nú orðið talsverð að trúa á því að botninu sé náð. Og svona bara að mánudagurinn síðasti verði fari í flokk hinna svörtu mánudaga í sögu viðskipta og verði stimplaður inn sem botnin á þessari niðursveiflu sem hefur orðið krappar og dýpri heldur en flestir spáðu. Það eru alltaf einhverjir sem eru hitt á rétt vegna þess að það eru náttúrulega alltaf einhverjir að spá framtíðin á mörkuðum og þar að leiðandi er það alltaf út úr hverri hreyfingu einhver sem hefur rétt fyrir sér en hérna ég held að svona almennt séð þá hafi svona hversu kraft þetta varð komið mönnum þar til óvart en það byggust allir við leiðréttingu og hún var tímaspursmál. Já, við erum búin að heyra endalausar skýringar á hvað gerðist. Það er náttúrulega þessi undirmálslánakrísa í Bandaríkjunum og svo framvegis. Núna þurfum við bara að fá svör við það hvað er hægt að gera. Menn eru náttúrulega ekki mjög duglegir að koma fram, ekki þannig sé ekki seðlabankastjóri, ekki forsætisráðherra, ekki fjármálaráðherra. Hvað þurfa þessir gaurar að gera? Já, það sem við stöndum frammi fyrir svolítið núna þetta krísa númer 2. Fyrsta krísa var Íslandskrísan fyrir 1,5 ári. Sem betur fer var hún aðskilin frá heimskrísu. Nú verður svona ákveðin heimsniðursveifla. Athyglin er ekki á okkur sérstaklega. Við finnum það samt sem áður að það er ákveðin vilji til þess að tala okkur niður. Það er ákveðin vanþekking á íslensku efnahagskerfi sem hefur ekki náðist ekki að hreinsa burt til dæmis með ágætri miskinskýrslu sem sneri samt við ákveðin umræðum Ísland. Það er ákveðin umræðum íslenskt bankakerfi og ákveðin villigötum. Nú er það þannig að sé maður miskilinn þá er kannski ekki leiðin til þess að einhver skilji mann að fara út í horn og gráta og segja ég er miskilinn, heldur verða menn þá einhvern veginn að fara fram og skýra mál sitt og vera trúverðugir. Það er svona einhvern veginn lykilatriði í stöðunni eins og hún er núna og ég held að menn hafi fullt tækifæri til þess en það krefst þess að menn vinni saman. Það krefst þess að bankarnir standi saman út á við, stjórnvöld standi með bönkunum, Seðlabankinn sé trúverðugur og standi á bakvið fjármálakerfið og lífeyrissjóðirnir komi líka að málinu. Þetta eru svona þeir aðilar og fjármálaeftirlitið sé flutt og trúverðu og eins og ég segi það eru vandamál framundan og ef við lendum í svona einhverjum íslenskum fókus áfram og bankarnir get ekki fjármagnað sér til framtíðar þá verða þeir teknir niður og það er eins og ég hef verið að segja við menn núna að það skiptir engu máli hvort þú deyrð í janúar eða október það mun standa 2008 á legsteininu þannig að það hefur engin hag að því þannig að þetta er ekki tíminn til að þenja brjóst og sperra stél og bankarnir verða að horfast í augu við það. Já. Og ertu að tala til einhverja ákveðina manna núna? Nei, sjálfu sér ekki þannig lagað. Þetta er bara, það er tilhneiging af því að ég var nú í leikhúsinu í gamla daga að ég hef stundum sagt það hefur komið mér óvart þegar ég fór að kynnast fjármálakerfinu að bankar tala hver annan heldur en leikkonur hverjur aðra og þá var nú mikið sagt og þannig að það er svona plaggsíður að upphefja sig svolítið á kostnað náungans og þetta er svona kúltúr sem er þarna inni sem að menn verða að hemja í svona ástandi. En ef ekkert verður aðgert, svartsýnustu menn tala það að Ísland gæti farið á hausinn ef ekkert verður aðgert. Sjáum við það virkilega fyrir okkur? Nei, við sjáum það er náttúrulega allt hægt. Af því að fjármálageirinn er náttúrulega svo stór hluti af þessu. Fjármálageirinn er orðinn óvenju stór hluti af landsframleiðslu miðað við þjóðir í kringum okkur og til langs tíma höfum við þetta séð það að þjóðir sem eru með stóran fjármálageira eins og Sviss og Luxemburg eru þjóðir sem eru með bestu lífskjör í heimi. Þannig að það þó að á móti blási tímabundi þá er augljóst mál að það er gríðarlegir framtíðarhagsmunir þjóðarinnar að búa svo hnútana að fjármálageiri verði hér áfram stór. Það er kannski það mikilvægasta verkefni sem lítur á stjórnvöldu núna að senda út skýr skilaboð að þeir standi með fjármálageiranum og að þeir tryggi það með öllum hugsanlegum ráðum að fjármálageirin verði áfram í landinu
Það gera menn auðvitað ekki með því að sko hemja menn í því að fara að gera upp í evrum og skrá hlutabréf í evrum eða eitthvað slíkt. Ef að núverandi lög og reglugerðir gera til dæmis fjármálaráðherra erfitt fyrir að veita slíka heimild, þá verða menn bara að breyta því. Já. Og menn geta ekki látið undan þrýstingi, eins og ég segi, sko krónu sér trúarsöfnuðar sem er fastur í kreddu. Vegna þess að kredda, sko, þessi svona eindregna afstaða til sko gjaldmiðilsins, hún hefur öll kredduengin vegna þess að hún hlustar ekki á nein rök. Og þetta snýst ekki það að menn séu einhverjir ógurlegir aðdáendur Evrópusambandsins eða evrunar. Þetta snýst ákveðið raunsæi og þá staðreynd að ætlum við að hafa hér nútímasamfélag sko, með hérna sterku fjármálakerfi, þá verðum við auðvitað að útrýma því sem sér íslenskt í kerfinu vegna þess að það skilur það enginn út í heimi. Já. Og við verðum að sko lágmarka það. Hinn kosturinn auðvitað að vera hér verstöð og hérna svona orkubú fyrir restina heiminum, þar að segja í því að sem að sér það að bræða ál í heiminn og veiða fisk í Evrópubúa. Því það höfum við verið, en það er ekki kannski það sem við viljum vera. Nei. Hætta á því að bankarnir fari bara úr landi? Maður er búin að heyra orðróm það að þeir séu bara á leiðinni. Já, ég held að það sé bara alveg klárlega hætta á því, og ég held að ef að menn finna ekki stuðning og skilning í þessari krísu sem að nú er að ganga yfir, þá verðum við ekki með höfuðstöð að banka hér eftir 23 ár. Ekki nema bara einhverja lítilla svona lokal-banka. Þá verða bankarnir búin að flytja höfuðstöðar sín úr landi vegna þess að það er bara einfaldlega hinn kalda staðreynd þessa heims að menn taka ákvarðanir út frá hagsmunum sínum, og ef það eru skýrir hagsmunir fjármálafyrirtækja að vera ekki á Íslandi, þá verða þau ekki á Íslandi. Já. Hvað sem þessu líður, sjáum við fram á sameiningar í fjármálageiranum, en tala Kaupþingsbrún, Landsbankans draum? Já, ég held að það sé tvímælalaust og það er auðvitað eitthvað sem menn eiga að gera í svona árferði, að nota tækifæri til að hagræða í kerfinu. Við erum með partur af kerfinu hefur bara lifað á uppsveiflunni. Það er að segja að afkoman af undirliggjandi starfsemi hefur ekki verið negin. Og þessi, eins og hjá mörgum sparisjóðum og fleiri, og menn hafa verið að lifa á því að markaðir hefur verið á uppleið. Og það vita það allir sem eitthvað vita, að markaðir eru aldrei endalaust á uppleið. Tímasetningin er erfið. Við heldum það reyndur á tímabili, en það er vist ekki. Jú, það er bara einkenni á endalokum mikillar uppsveiflu, og það trúa menn því að hún sé til eilíðar. Sko. Við erum með mínútu eftir, ég þarf aðeins að fara út í Exo-umfjöllunina. Fjölmiðlar hafa náttúrulega mikið vald, en þessi umfjöllun frá þessi greina SEB en skylda, hvað finnst þér þetta? Mér finnst hún reyndar, kemur mér ekkert óvart, því miður. Ég vil bara segja það að þegar kemur umfjöllun viðskipt og fjármál, þá ættu menn að taka var á því að trúa Morgunblaðinu. Einfaldlega vegna, í mínum huga er Morgunblaðið í umfjöllun þennan málaflokk gul pressa sem að lætur þekking og sannleika aldrei spilla fyrir góðri frétt, sem er einkenni gulrar pressu, og hagræðir og sýnir litla sanngirni og fer fram með offorsi og sérvisku og ósanngirni. En þeir taka náttúrulega reynda þarna upp úr skýrslu banka sem er virtur. Þetta eru 2 símtöl, ég hef unnið við þetta eru 2 símtöl, og þá ertu komið með sömu frétt, en þú ert komið með ákveðnar efasemdir ákveðnar hluti, og þú ert komið nær sannleikanum heldur en þú ert með þessum vinnubröðum. Eins og ég segi, því miður varð ég ekki undrandi af þessu. Ég hefði viljað sitja og horfa á þetta og segja, nú er ég hissa, þetta er einhver mistök, en þetta er partur af miklu svona, þetta er svona síbrotamennska, þannig að það kemur ekkert á óvart. Segir Hafliði Helgason, takk kærlega fyrir komuna. Ég hefði þurft að hafa þig lengur, en takk fyrir þetta í bili. Segjum þetta þá gott úr hádegisviðtalum, við verðum hér með kvöldfréttir á slaginu 18:20, verið þið sæl.